Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig við förum að því að búa til okkar eigin persónur og bakgrunna í leikriti. Ég mæli með því að þið byrjið á því að láta börnin setja sig sjálf inn í leikritið. Það gerum við með því að bjóða þeim að ýta þennan hnapp hér. Þá koma upp tveir möguleikar, sækja ljósmynd sem fyrir í iPadinu eða taka einfaldlega ljósmynd. Og þegar börnin að læra forritið, þá það mjög góður kostur að láta þau fara bara beint í að taka ljósmynd sem fer þá beint inn í þetta forrit. Börnin gera þetta á mjög skemmtilegan hátt. Þau reyna að búa til úr sjálfum sér einhverju persónur. Ég reyna að benda þeim á að taka mynd af öllum líkamannum. Því það svolítið skrítið að vera í leikrit og vera kannski bara höfuð eða bara helmingur líkamanns, efri hlutinn eða bara neðri hlutinn. Það kemur undarlega út í leikriti. Þegar búið að sækja mynd eða taka mynd inn í forritið, þá þurfum við að losa okkur við bakgrunnin, því við ætlum ekki að hafa bakgrunnin með persónunni og það gerum við með því að skera hann einfaldlega út. Þetta reynist börnunum oft mjög erfitt og reynda fullorðnum líka vegna þess að það má ekki lyfta upp fingrinum að meðan verið að teikna út persónuna. Og þegar við náum endanum að þá hún tilbúin. Voilà, persónan tilbúin og ef við erum sátt þá ýtum við á þennan græna hnapp hér og samþykkjum. Og þá barnið orðið möguleiki á persónu í leikriti, eins og sjáum á hér. Og þetta þykir þeim óskaplega skemmtilegt. Og það að sjálfsögðu möguleiki að taka fleiri persónur út úr einni mynd, eins og sjáum á hér. Við skulum taka þennan minni með líka. Voilà, hann kominn og þá þurfum við bara að ýta á græna hnappinn. Og þá eins og þið sjáið, þá erum við komið 2 leikara hér í nýtt ævintýri. Og hér má sjá að við erum búin að velja hérna 2 leikara. Og auðvitað getum við líka valið aðra teiknimyndafígúrur og annað sem fylgdi forritinu. Við getum valið alltaf 8 leikara. Og nú skulum við skoða hvernig við búum til okkar eigin bakgrunn. Og það gerum við með því að ýta fyrst á þennan hnapp hérna. Og þá koma upp sömu skilaboð og áðan að við getum valið að sækja mynd sem fyrir í iPadinum eða taka mynd af okkar eigin bakgrunn. Börnin eru ótrúlega seig að finna form og annað til þess að taka myndir af og hafa sem bakgrunn. Hér má sjá að börnin eru að taka mynd af þessum doppum hér og ætla að nota sem bakgrunn. Ef við veljum að sækja bakgrunn sem fyrir í iPadinum, þá förum við einfaldlega inn í myndalbúm iPadsins og veljum þar sem við vitum að myndin Eða þá við tökum mynd af bakgrunn, en þegar við erum búin að taka myndina, þá þurfum við að velja þetta hnapp hérna, Use Photo, sem þýðir að við ætlum að nota myndina sem við vorum að taka. Og hér má sjá bakgrunnin sem við vorum að taka, hérna. En ef við ekki velja fleiri, við veljum hérna snjó líka og þak. Við höfum möguleika að velja 5 bakgrunna. Og hér sjáum við persónuna sem við byggum til, birtast á bakgrunnin sem við tókum mynd af. En til þess að leika leikritið, þá ramminn svolítið lítill. En það getum við svo stækka með því að færa til örina hér. Hér erum við búin að færa til örina, þannig að ramminn hér, það sem leikritið á sér stað, orðinn mun stærri. Og til þess að skipta bakgrunn, að þá ýta þau hér á þessa dúska. Þetta þykir börnunum alltaf skemmtilegt. Að skipta svona bakgrunn og gera það oft og mikið til að byrja með. Og nú skulum við sjá smá sýnishorn frá vinnu barnanna. Hæ, Pumpupassi. Ég er svo lítið. Ég er svo lítið.
Hæ, góði kattinn. Prumpubossi. Prumpubossi. Ekki gera mikið. Bara ekki gera bara svona. Hæ, hvað segir gott? Já. Ég var fara í spúrum. Já, ég fara í skemmtigarðinn. Ég líka. Bye bye.